Næsta fyrirsögn, það var, já, þetta er áhugavert. Anna María Jónsdóttir geðlæknir dæmd skaðabótaskyld vegna ummæla föður, DFF sagði frá þessu. Þarna eru að tala sem sagt virtan geðlækni sem að hefur verið í fæinu í áratugi. Ég held að þessi talaði einhverja 30 ára starfsreynslu og eitthvað. En hún er sem sagt núna í þessum mánuði dæmd skaðabótaskyld í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn, brot gegn friðhelgi einkalífs, stjórnarskrárbrot og brot gegn mannréttindasáttmála Evrópu vegna ummæla sem hún lét falla föður drengs í 3 læknisvottorðum sem hún ritaði fyrir móður drengsins. Og 3 ummæli læknisins sem hún lét falla föðurinn í læknisvottorðum voru dæmd dauð og ómerk og hún var dæmd til að greiða föðurnum 700 krónur í miskabætur og 1 milljón króna í málskostnað. Þetta er sem sagt þannig að það er kona sem að leita til þessara konu, geðlæknis, og hún endar á að skrifa vottorð upp á það að hann hafi beitt konuna og soninn líkamlegu, tilfinningarlegu og andlegu ofbeldi. En málið var það að Anna þessi virti geðlæknir, hún hitti aldrei föðurinn og hvarst sjálf hafa byggt sitt mat á einhliða frásögn móðurinnar. Síðar kom nefnilega í ljós að ásakanirnar stóðust ekki og fekk faðirinn á endanum fulla forsjá drengsins. En vottorðin hafði móðurinn notað til að vinna gegn umgengni föðursins við drenginn og það fór svo að hann fekk ekki að sjá drenginn í einhverja 15 mánuði. En eftir þetta fekk hann síðan forsjá yfir drengnum. Og dómarinn gagnrýndi Önnu Maríu Jónsdóttur geðlækni fyrir að hafa byggt mat sitt eingöngu á einhliða frásögn móðurinnar. Segir að hún hefði átt að gera þann fyrirvera í læknisvottorðum að fullyrðingarnar væru byggðar á frásögn móður og eftir aðtökum drengsins en að hún hefði ekki við önnur gögn að styðjast. Og þetta gerði stemda ekki heldur fullyrti fullum fetum og fyrirvara laust að móðir drengsins og hann sjálfur hefði sætt ofbeldi frá hendur föður. Líkt og stemda hefði sjálf upplifað það, segir orðrétt í dómsniðurstöðunni. Þannig að þetta verður að sjá algjöra klikkun birtast okkur í þessuna forsjármáli þar sem að eins og ég sé, þrautreyndur geðlæknir með mikla starfsreynslu og hefur verið áberandi talsmaður fagsíns til dæmis á ráðstefnum og í fjölmiðlaviðtölum. Hún sinnir geðlæknum fullorðna, unglinga og barna. Hún er slegin rækilega á puttana og sparkað heim til föðurhúsuna fyrir hræðilega ófaglega vinnubrögð í mjög viðkvæmum máli sem að verður til þess að faðir drengs og drengur fær ekki hitta pappa sinni í 15 mánuði. Jesus. Þetta er algjörlega störtlað. En verið að segja manni að þessu actually fólk að ljúga upp á hitt foreldri til að fá forsjá, er það bara, býtur það að gerast eða? Sjokker. Auðvitað er það alkunna og vita að skilnaðir geta leitt fram það versta í fólki. Og og það er náttúrulega hryllingur þegar það eru börn í spilinu sem að verða fyrir barðinu á því. Já. En fagfólk eins og geðlæknir sem að hefur starfað í sínu fagi áratugi á að vita betur og passa sig á því að byggja ekki mat sitt á einhliða frásögnum og hafa aldrei hitt hinn aðilann sem hún er að í raun og vera úrskurða að sé ofbeldismadur. Já, það er alveg sturlað að þetta sé hægt Já, maður velti fyrir sér hvort að þessi skjólstæðingur hennar, konan sem var í viðtölum hjá henni, hafi verið svona rosalega sannfærandi eða bara hreinlega hvort að geðlæknirinn sé í einhverju á einkennilegri vegferð í bara lituð af ákveðinni hugmyndafræði sem að ég vona að sé að fyrra Já, mann hefur alveg hitt svona narsissista og psykopata, þeir geta verið ég veit ekki þessa konu en þú veist, það geta verið mjög sannfærandi. Narsissistar eru sérstaklega sannfærandi. Það er partur af einkennum narsissisma en hún en það er nú samt þannig að þrátt fyrir að segjum að skjólstæðingurinn hafi verið mjög samfærandi að þá á geðlæknirinn að vera líka bara, hún á að vera það færa og hún á að sjá í gegnum, hún er örugglega dílaði fullt af narsissistum og siðblindingum í gegnum tíðina. Það hlýtur að vera. Þú veist, þetta eru þetta er rétt, þetta er annarkort hún bara straight up að ljúga með skjólstæðingsunum eða hún hafi verið blekkt og það hvorugt er gott fyrir hana sem fagmann. Fagmann það er eiginlega bara bæði jafn slæmt Þetta er á kottveginn sem þú snýrir sig þá er þetta ræðilegt og ég man nú ekki eftir öðru eins máli sem hafi komið fyrir héraðsdóm en
að hún sem sagt þarna dæmd fyrir brot á sko, mannréttindasáttmála Evrópu og brot gegn friðhelgi einkalífs og ég veit ekki hvað og hvað og fyrir að gefa út í raun úr bara fölsk vottorð. Já, en sko þarf þá ekki að fara aftur í hennar sögu önnur vottorð sem hún hefur gefið? Það er spurning. Situr þetta ekki svolítið svona punkt yfir þau, hvort að það sé þau standast skoðun sko? Ég myndi halda að þetta setji öll hennar fyrir störf í ákveðið uppnám. Að þú veist að það er svona ég er ekki að segja að það sé allt rótið sem að þessi manneski hafi sendt frá sér en það er algjörlega ástæða til þess að kanna það. Hvort að einhver aðrir hafi fengið ósanngjarna meðferð. Kannski er ykkur ekki búin að hitta barnið sinni í 5 ár út af ykkur vottorði frá henni og hann er að lesa þess að frétt bara núna sko. Maður veit það ekki. Nákvæmlega.